Fyrra Tímóteusarbréf, 1. kafli. Páll, póstuli Krists Jesú, að boði Guðs frelsara voss og Krists Jesú, vonar vorrar, heilsar Tímóteusi, skilgetnum syni sínum í trúnni. Náð, miskunn og friður frá Guði föður og Kristi Jesú drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða sumum mönnum að fara ekki með annarlega kenningar og gefa sig ekki að ævintýrum og endalausum ættartölum, fremur eflaþrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið þessara hvatningar kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir eru vikni frá þessu og hafa snúið sér til hégómamáls. Þeir vilja vera lögmálskennendur þó að hvorki skilji þeir hvað þeir sjálfur segja, né hvað þeir að fullyrða. Við vitum að lögmálið gott, noti maðurinn það réttilega og viti að það ekki ætlað réttlátum, heldur lögleysingjum og þverbrotnum óguðlegum og syndurum, vanheilugum og óhreinum föðumorðingjum og móðurmorðingjum, manndrápurum, frillulífsmönnum, mannhórum, mannaþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað sem það nú annað sem gagnstættir hinni heilnæmu kenningu. Þetta samkvæmt fagnaðarerindinu dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkan gjörði, Kristi Jesú drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari. En mér var miskunnað, sökum þess að ég gjörði það í vantrú, án þess að vita hvað ég gjörði. Og náðin drottins voss varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Þá orðið satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. En fyrir þá sök var mér miskunnað að Kristur Jesú skyldi sýna á mér fyrstum gjörvallt langlindi sitt, þeim til dæmis á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilífðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Amen. Þetta það sem ég minni þig á, barnið mitt Tímóteus, með þau spádómsorð í huga sem áður voru yfir þér töluð. Samkvæmt þeim skalt þú berjast hinni góðu baráttu, í trú og með góðri samvisku. Henni hafa sumir frá sér varpað og liðið skipsbrot á trú sinni. Í tölu þeirra þeir Hímeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta. Fyrra Tímóteusarbréf, 2. kafli. Fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkargjörðir fyrir öllum mönnum, fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir til þess að við fáum lifað friðsamlegu og rólegu lífi í allri guðhræðslu og siðprýði. Þetta gott og þóknanlegt fyrir frelsara vorum Guði, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Einn Guð, einn og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesú, sem gaf sig sjálfan til lausnargjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma, til að boða hann ég skipaður predikari og postuli. Ég tala sannleika, lýg ekki, kennari heiðingja í trú og sannleika. Ég vil að karlmenn biðjist hvarvetna fyrir, með upplyftum heilugum höndum, án reiði og þrætu. Sömuleiðis vil ég að konur skríði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skartklæðum, heldur með góðum verkum eins og sómir konum Guð vilja dýrka. Konan á að læra í kyrrþey í allri undirgefni. Ekki leyfi ég konu að kenna eða taka sér valdi við manninum, heldur að hún að vera kyrrlát, því að Adam var fyrst myndaður, síðan Eva. Adam lét ekki tælast heldur lét konan tælast og gjörðist brotleg, en hún mun hólpin verða sakir barnsburðarins ef hún stendur stöðug í trú, kærleika og helgun, samfara hóglæti. Fyrra Tímóteusarbréf, 3. kafli. Það orð satt að sækist einhver eftir biskupsstarfi, þá girnist hann fagurt hlutverk. Biskup á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindindisamur og hóglátur, háttprúður, gestrisinn, góður fræðari. Ekki drykkveldur, ekki ofsafenginn, heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki fégjarn. Hann á að vera maður sem veitir góða forstöðu heimili sínu
og heldur börnum sínum í hlýðni með allri siðprýði. Hvernig má sá sem ekki hefur vita á að veita heimili sínu forstöðu veita söfnuði Guðs umsjón? Hann á ekki að vera nýr í trúni til þess hann ofmetnist ekki og verði fyrir sama dómi og djöfullinn. Hann á líka að hafa góðan orðstír hjá þeim sem standa fyrir utan, til þess hann verði eigi fyrir álasi og lendi í tálsnöru djöfulsins. Svo eiga djáknar að vera heiðvirðir, ekki tvímælismenn, ekki sólnir í vín, ekki gefni fyrir ljótan gróða. Þeir skulu varðveita leyndardóm trúarinnar í hreinni samvisku. Einnig þessir menn séu fyrst reyndir, síðan takist þeir þjónustuna á hendur ef þeir eru óaðfinnanlegir. Svo eiga og konur að vera heiðvirðar, ekki róberar, heldur bindindisamar, trúar í öllu. Djáknar séu einkvæntir og hafi góða stjórn á börnum sínum og heimilum, því að þeir sem vel hafa staði í djáknastöðu koma sér vel í veg og öðlast mikla djörfung í trúni á Krist Jesú. Þetta rita ég þér þó að ég voni að koma bráðum til þín, til þess að þú skulur vita ef mér seinkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi, sem söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans, og víst leyndardómur Guðhræðslunnar mikill. Hann opinberaðist í holdi, var réttlættur í anda, birtist englum, var boðaður með þjóðum, var trúað í heimi, var hafinn upp í dýrð. Fyrra Tímóteusarbréf 4. kafli. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimerktir á samvisku sinni. Það eru þeir sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakkargjörð af trúuðum mönnum þekkja sannleikann. Allt sem Guð hefur skapað gott og engu ber frá sér að kasta, sé það þegið með þakkargjörð. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir bræðrum munt þú verða góður þjónn Krist Jesú, nærður af orði trúarinnar og góðu kenningarinnar sem þú hefur fylgt. En hafna þú vanheilugum kerlingarævintýrum og æf sjálfan þig í guðhræðslu. Líkamlega æfing nytsamleg í sumu, en guðhræðslan til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið, þess vegna leggjum mér á oss erfiðið og þreytum stríð, því að við höfum fest von vora á lifanda Guði sem frelsari allra manna, einkum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Ver þú þangað til ég kem, kostgjafinn að lesa á ritningunni, áminna og kenna. Vanræktu ekki náðagjöfina þína, sem var gefin þér að tilvísan spámanna og með handayfirlagningu öldungana. Stunda þetta, ver allur í þessu, til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni, ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gera sjálfa þig hólpin og áheyrendur þína.